við erum komið með hann Hreggvið Magnússon frá Seeder og hann ætlar að fræða okkur sýnileika vefverslana og hvað skiptir máli með tilkomu gervigreindar. Þannig að ég ætla bara að gefa Hreggviði sviðið. Takk hérlega fyrir Einar og búin að vera ótrúlega margir áhugaverðir punktar hérna í kvöld. Ég veit ekki hvað þið eru búin að höggva mest eftir. Það var ein statistík sem kom held ég 70% af öllum körfum eru svo abandoned og ég veit að konan mín þáttakandi í því. Hún erlendis þannig að hún getur ekkert sagt neitt við þessu núna. En Anna var líka Einar þú ég þarf að heyra í konunni henni hvað segir rauðvín og sidekick og kertaljós. Ég ætla aðeins að fá að fjalla svona í meginatriðum tvo þættir, aðeins ekki kannski innviðina sem að þið þurfið að vera með í ykkar eigin vefverslun og Shopify það alveg gjörsamlega brilliant kerfi og ecosystem en fólk ykkar neytendur, ykkar tilvonandi viðskiptavinir, þeir eru að afla sér upplýsinga mjög mikið á Google og það búið að vera mikið af svona neyslu mynsturbreytingum hvernig við neytum upplýsinga, stór trend og svo ætla ég aðeins að fara yfir smá hvað við getum gert í að sækja viðskiptavini og auka sölu með auglýsingum. En ég heiti Hreggviður, kem frá Seeder. Seeder sérhæfir sig í stafrænum auglýsingum á Google og samfélagsmiðlum, Meta, TikTok, Reddit, SEO, GEO og svo mætti lengi telja. Við erum með starfsstöðvar í 4 Norðurlöndum, búin að vera mjög skemmtilega ferð að stækka inn til Norðurlandana og við þjónustum mjög mikið af e-commerce vefverslunum, ekki bara hér á Íslandi, heldur líka í Noregi og Finnlandi. Langar það bara segja frá því að þessir 2 ungu starfsmenn okkar í Finnlandi í gær voru tilnefnd til Young Lions og þið ykkar sem að þekki hvað Lions kann þetta stærstu auglýsingaverðlun í heimi. Þróun Google-leitar versus AI og sýnileiki vefverslana með auglýsingum. Það ekkert eðlilega stórar breytingar í gangi og þið eru öll hluti af því. En af öllum leitum á Google á alheimsvísu þá eru 60% sem að enda sem zero click. Það er að segja að viðkomandi stoppar innan Google og fer ekki frá Google. Eðli Google hefur verið fram að þessu að hún sækir einhverjar niðurstöður og við smellum á niðurstöðurnar og förum frá Google. En í dag eru það 60% sem að fara ekkert af Google. Og þetta er AI overviews, featured snippets og þetta er Gemini og chat og svo framvegis. Hérna eru líka tækifæri fyrir ykkur að stilla vefsíðu ykkar þannig að þið allavega eigið möguleika á því að finnast. Einar talaði frequently asked questions, mjög mikilvægt að gera það mjög vel. Það er reyndar áhugavert að segja frá því að þegar maður tekur desktop út úr þessu þá er þetta næstu því 4 af hverjum 5 leitum í zero click. Nú á svona síðasta ári þá eru margir að upplifa minnkun í organic traffic, ekki allir. Stundum erum við að sjá vöxt í organic traffic, það geti verið nýjir vöruflokkar eða einhver að gera bara helviti gott game. En þetta getur verið uggandi fyrir suma, þarf ekki að vera það. Langaði að segja ykkur að hér eru svona þeir stærstu sorsar sem að gervigreindartól eru að leita til þegar þið talið við ChatGPT eða Gemini. Og áður fyrir hérna með Google þá var algoritminn að greina vefsíður, greina hlekki eða links, PR-umfjallanir og annað slíkt. Og ef þú vannst í svona ákveðnum SEO hlutum þá áttu betri möguleika á því að finnast.
En með gervigreindinni í chatinu og Gemini og Grok og Claude og öllu saman, að þá aðeins verið að víkka sorsana og það verið að horfa mjög mikið í reviews, mjög mikið í reviews. Þannig að þið eru með Shopify, þið eru að gera allt rétt, þið eru með frequently asked questions, þið eru með góðar auglýsingar. Ef þið veit ekki góða þjónustu, þá fara þau á taluna einhvers staðar og það mjög slæmt, þá hættir gervigreindin að mæla með ykkur. Jafnvel þáttur að sé að standa ykkur geðvel. Það ein saga ferðaþjónustu fyrirtæki sem var að gera hlutina ógeðslega vel, búin að vera til í 15 ár, fjölskylduöryggi fyrirtæki og með þúsundir Google reviews, 4,2 einkunn sem af 5 sem bara ágætt, bara nokkuð gott. En ég spurði gervigreindina, hver eru topp 5 fyrirtæki í þessari grein? Og bjóst við að finna þetta fyrirtæki? Nei, gervigreindin ChatGPT bauði ekkert upp á það. Og ég spurði, af hverju ertu ekki að segja þetta fyrirtæki? Og það út af því að það slæm þjónustuupplifun og þeir eru að klúra hlutunum. Af hverju segirðu það? Já, það Reddit-þráður sem greinilega segir mér að svo sé, einn Reddit-þráður. Þetta fyrirtæki ekki á Reddit, það ekki hugmynd þetta. Hrikalegt. Það líka breyting á hvers konar efni að skila trafík. Það svona minni áhersla á how-tos, guides og playbooks sem svona svolítið top of the funnel content og það sem að aukast í trafík svona low funnel topic, ég ætla að geta stoppað en hér. Hvet ykkur endilega til að búa til efni, gott efni, blogga jafnvel vöruflokkan ykkar. Hér eru 2 körfur, 10 fyrirtæki í báðum körfum, 10 fyrirtæki annars vegar yfir 12 mánaða tímabil sem hélt áfram að blogga versus hætti að blogga. Og þau fyrirtæki sem héldu áfram að blogga stóðu sig umtalsvert betur í trafík og tekjum. Ég gerir ráð fyrir því að við treystum gervigreindartólum, treysta allir því sem við sjáum og finnum á ChatGPT og Gemini. Enginn. Ég búinn að spyrja þessu spurningu svo oft og það alltaf, nei, treysti því ekki. Ekki séns. En tölurnar segja samt annað. Það alveg yfirþyrmandi mikið traust á þessum tólum og við notum þetta öll. Ágætt saga svona hvernig gervigreindartólin sorsa efni og mögulega birta upplýsingar til ykkar og þið haldið að það sé satt. AI með ofskynjun eða það kallast AI hallucination ef þið hafið ekki heyrt það. En þetta kannski sérstaklega mest hjá ChatGPT eða OpenAI. En samkvæmt þessu þá eru large language models, they hallucinate because standard training and evaluation procedures reward guessing over acknowledging uncertainty. Þannig að módelin basically að hvetja til þess að giska eða fylla í þaunar. Ein geggjusaga frá því fyrra svona sem þessu tengt að það var einn helvíti fyndinn Finnar eru by the way geggjaðir. Þeir eru með svartan húmor eins og við og það var einn svona fyndinn sem ákvaða að setja færslu út. Þetta var sem sagt fyrsti aprílgabb hjá honum. Hann setti færslu að 2 smábæir, Salló og Solmeró, væru að sameinast og myndi heita eftir á Solmeró. Og sameiginlegur íbúafjöldi yrði þarna 8.000 eitthvað. Setti þetta út. Nema fólk í kjölfarið fór á chatið og ef það var að leita að upplýsingum annarkot bæinn, þá birti chat, já, by the way,
í janúar eftir nokkra mánuði þá sameinast þessi bæir og sameiginlegur íbúafjöldi verður 8.400 þannig að það ekki alltaf hægt að treysta þessu. SEO-grunnurinn fyrir verslanir ykkar, hann bara verður að vera til staðar. Þetta eru svona algjör grunnhlutir sem þið verðið að vinna í. Contentið, frequently asked questions, að búið að tala það, blog, title tags, svo offsite, komið ykkur endilega í umfjallanir, Vísi, DFF, MBL og fáið hlekk eða mention á búðun ykkar. Ef þið er ekki búin að vinna með Google My Business, gerið það á morgun. Mjög mikilvægt. Og auðvitað teknilegir hlutir eins og hraði og eins og búið að tala hérna og skema markup. Ok. Aðeins yfir í auglýsingar. Eru allir að nota Google Ads og Meta Ads? Eða enginn? Ok. Sko það er bara ein ástæða fyrir því að við erum að nota Google Ads og Meta Ads. Það er bara til þess að keyra tekjurnar upp. Og þetta er líka svæði sem er í marketing svona á þeirri óvissu sem hefur verið á síðasta ári með mögulegri minnkun á trafík, að þá er þetta eitthvað sem við höfum stjórn á. Google er gjörsamlega geggjað auglýsingatól og er hægt á mjög svona hagkvæman hátt að tengja tilvonandi viðskiptavini við ykkur. Og þetta er funnel þarna uppi, þannig að Google er svona í eðli sínu mjög low funnel. Og þar er hægt að sækja sýnileika á viðskiptavini, koma með það heim. Það er hægt að vera með remarketing. Það eru tegundir eins og PMax sem að sameina leit og creative og display. Svo eru við með social search sem er þá YouTube. Þar getið þið líka verið að búa til short form og long form content og það er mjög mikil aukning í svona long form content. Þannig að þið eru góð bak við netauðla, hvet ykkur að gera það. Meta er svo auglýsingakerfi sem er á funnelum ansi svona vítt og breitt. En hér eru ofboðslega góðar svona shopping-herferðir. Og það sem er frábært við Shopify er að þar er feed við katalógin ykkar og það er hægt að beintengja þetta feed inn í Meta og sína vöruúrvalið ykkar með svona katalóg og karúselherferðir neðan markkúpa og þetta er alveg ógeðslega áhugaverðar tegundir herferða. Ég ætla að sýna ykkur smá dæmi frá Meta. Bara svona þannig að þið hafið kannski einhvers konar benchmark eða viðmið. En við erum að taka tölur úr 34 auglýsingareikningum á Meta og að baki þeirra liggja 108 milljón birtingar úr þessu úrtaki á Íslandi. Og við erum að skoða tvenns konar hátt hvernig við stillum hvernig við viljum borga Meta fyrir auglýsingarnar. Ef þið þekkið þetta og ef þið þekkið þetta ekki, þá allavega þetta tvær leiðir. Maður getur sagt við Meta, ég vil fá að borga bara fyrir birtingarnar og þá stillir maður á CPM sem eru, borgar maður eitthvað gjald fyrir 1000 birtingar, cost per mil. Maður velur það ef maður vil ná rosalega breiðri dekkun, ná til allra. Ef maður vil fá meiri svona targeted nálgun, þá fer maður í cost per click. Og úr þessu úrtaki okkar þá erum við að sjá að meðaltali að hverjar 1000 birtingar á Meta kostar 428 krónur. Þá er 1000 birtingar. En ef við stillum á cost per click þá kostar að meðaltali úr þessu úrtaki hver smellur rúmlega 100 krónur. Ef við tökum smá dæmi, ef að vefverslun ætlar að setja 100.000 krónur í auglýsingar og við ætlum að stilla þetta á svona breytt targeting.
við ætlum að reyna að ná til flestra. Það er stundum gott og það er stundum ekki gott. En í þessum tilfelli er þetta 230.000 birtingar, sem heldur mikið. En þetta er ekki 230.000 manns, vegna þess að það er kannski hver auglýsingaakkánt að fá auglýsinguna 5 sinnum eða 6 sinnum eða 10 sinnum. Þá er kannski heilbrigt að hafa það 5 til 10 sinnum. Versta case sem ég séð var næstu því 30 sinnum. Það var ekki Cedar, önnur stofa sem að sá þá herferð. Og þá var búið að eyða 1,5 milljón króna fyrir hönd þessa íslenska fyrirtækis. Og þá var búið að sýna sömu auglýsinguna tæplega 30 sinnum á hvern notanda. Það er ekki verið að fara vel með auglýsingafé. En ég myndi svona áætla ef að hver er að sjá þetta 6 sinnum, þá er þetta 39.000 manna mengi fyrir 100 skall. En mjög vítt og breytt. Og við veitum ekkert hversu margir smellir við getum átt von á að fá. Ef við stillum á CPC, cost per click, og miðum við þetta meðaltalsverð, þá erum við að fá 950 smelli fyrir 100 skall. Og ef við höldum aðeins áfram með það, ef að vefverslunin er með 3,5% conversion rate frá allri trafík og við höldum þessari prósentu, þá erum við að fá kringum 33 kaupendur. Nú, sumar vefverslanir eru með 1,5%. Nú þá væri þetta nær að vera 10-15 kaupendur. Þannig að það fer eftir hvernig, hvaða tölur þeir eru með. En ef að hver karfa er að meðaltali 15 skall og þetta eru 33 kaup og er 500 skall að koma þarna í vasan. Þannig að Google og Meta eru mjög áhrifaríkar leiðir til að kaupa okkur rosalega relevant sýnileika, en auðvitað er lykilmarkmið alltaf að auka tekjur. Ég ætla bara að enda á shoutout á Peppa á það. Það er sem sagt ímark-dagurinn eða lúðradagurinn á morgun. Og við erum alveg gríðarlega stolt að fá 22 tilnefningar. Og hér eru case sem eru hansi óhefðbundin, eins og þjóðkirkjan, sem við erum að fá 3 tilnefningar. Malbikuna fyrirtækið Kólas, sem er líka mjög óhefðbundið markaðsfyrirtæki. Ekki markaðsfyrirtæki. Ekki hægt að segja það. Herru, ég bara þakka kærlega fyrir mig.